Og næsta þessu það eru tímamót framundan. Vaðlaheiðargöngin verða formlega opnuð 12. janúar næstkomandi. Verklok voru þó áætluð 2 árum fyrr, þar að segja lok 2016. Framkvæmdin hófst sumarið 2013 og því hefur þetta tekið rúmlega 5 ár. Það verður gengið á ýmsu eins og allir vita, en þessi göng, rúmlega 7 kilometrar á milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals, stytta vegalengdina milli Akureyrar og Húsavíkur 16 kilometra og þá þarf ekki að fara fjallveginum Víkurskarð sem er mjög erfiður oft að vetri til. Nú, Hilmar Gunnlaugsson, stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga HF, félags sem að stofnuð var framkvæmdina 2011, situr hér. Sko, Hilmar, þessi dagsetning 12. janúar, þetta nú svona kannski formlega opnunin, en það mun nú sitt hvað gerast áður. Já, það alveg rétt að við erum búin að ákveða það. Við ætlum að halda upp á opnun gangana 12. janúar næstkomandi og áður gerum við ráð fyrir því að þau verði nú afhent tilbúin til umferðar og jafnvel vonustu til þess að það geti orðið fyrir jól. Þannig að þeir sem nýta göngin fái smá jólagjöf frá okkur og fái að fara í gegnum göngin án veggjalda í smá tíma. Já, það er möguleika því? Við erum vonust til þess, það er full snemmt að fullyrðum það, en svo erum við að horfa til þess að frá með 2. janúar og þá muni gjaldtaka hefjast. Hvað mun kostaði göngin? Þið hafið sendt frá okkur ákveðna verðskrá. Hvað verður þetta svona almennt? Ég held að svona fyrir fólksbíl, hinn hefðbundna ferðalanga, þá erum við að horfa á stökkferð kosti 1.500 krónur. Síðan verður hægt að kaupa inneignir eða kaupa fleiri ferðir og lækka þannig verulega gjaldið. Og menn munum komast alveg niður í 700 krónur með þeim hætti. Þetta er öllu dýrar en Hvalfjarðargöngin voru? Já, þetta er hærra ef þú horfir á krónu í dag miðað við krónu 1998. En ef við tökum verðið sem var þá og framreiknað til dags í dag, þá væri það 2.500 krónur. Já, en við vorum að borga bara áður en að allt var frítt í Hvalfjarðargöngin. Þetta var hvað, ekki 1200 kall? 1000 kall áfram. 1000 kall, já. Vegna þess að þau fóru langt fram úr áætlunum og gengu miklu betur heldur en við reiknum með. Og þess vegna þurftu menn ekki að hækka gjaldskrá og ég vona svo sannarlega að það gerist hjá okkur líka. Já, þetta var afskaplega farsæl saga hjá Hvalfjarðargöngunum, svo framkvæmt. Það er kannski ekki alveg hægt að segja það með ykkur að það náttúrulega verður heilsás framkvæmda stopp bara. Að þetta fyrir að leka heitt og kalt vatn og allt stopp Fnjóskadals megin, ekki satt? Jú, og við menn erum alltaf búin að lenda í atvikum í tengslu þessi göng sem að menn hafa ekki kynnst, allavega ekki í þessum mæli áður. Bæði með heitt vatn og hrun síðan og Fnjóskadalsmegin hrunið og svo kalda vatnið þar. Og það tók sinn tíma að vinna út úr því og það hefur þýtt gríðarlega mikið kostnað líka en nú erum við komin í gegnum þann skafl og göngin orðin glæsileg. Já, akkurat. Sko, það var mikið rannsakað áður og Vegagerðin sá hönnun gangana og margir sem komu að, þannig að það kom náttúrulega mörgum mjög óvart, en það náttúrulega veldur því að kostnaðurinn er miklu meiri en í upphaflega gert ráð fyrir. Verktakarnir buðu í þetta með 9 milljarða, þannig það var talan. Hvað er þetta komið þá upp í núna? Við erum svona að horfa á það að kostnaður verði kannski 17 milljarða eitthvað svoleiðis. Það er auðvitað eins og þeir vita sem að til þekkja að það er svona við verklok að þá er ýmislegt sem kemur í ljós og þessar tafir eru náttúrulega fullkominn til grafar ennþá. Já, getur orðið hærra? Já, við allavega vonumst til þess að það verði ekki meira heldur en 17 milljarðar og það er svona það sem við höfum verið að horfa á og miðað okkar áætlanir við. Ég sá frétt í Fréttablaðinu í dag að miðað við kannski ykkar óskir þá vexti á langtímalánum sem þið þurfið síðan að fá. 4% vexti, hvað verður þetta þá kannski vaxtakostnaður upp á 700 milljónir? Hann gæti alveg orðið svona vonandi tæplega 700 milljónir ef við horfum á ári og það er réttað í okkar útreikningum að þá höfum við miðað við 4,2% vexti á verðtryggðu láni. Auðvitað er það svo hins vegar að við erum í dag eins og allir vita að þá erum við með fjármögnun frá ríkissjóði sem er hugsuð til þess að vera framkvæmda fjármögnun og jafnframt að vera í nokkur ári viðbót með að við erum að fá reynslu á reksturinn. Þannig að við séum þá hæfari og hugsunin uppalega var og er enn að við myndum þá sækja
sækja til einkaaðila fjármagn. Já. Það var uppleggið og ekkert útilokað ef að reksturinn stendur undir. Það verður hins vegar bara komið í ljós. En á hverjum lendir kostnaðurinn sko vegna tafana og þessara mikilvæg umframkeyrslu í sko Vaðlaheiðargöngum fyrirtækinu? Þá það Akureyrarbær og KEA og ýmis önnur fyrirtæki og sveitafélög sem eiga þarna meiri hlutan en ríkið á eitthvað yfir 40% á móti. Hver á að bera kostnaðinn? Hvernig sko vilja ríkið sko komið meira að þessu með hagstæði lán aftur? Okkar upplegg sko, vextirnir sem við höfum í dag frá ríkinu eru rúmlega 5%. Og okkar upplegg það að þessi framkvæmd nái að borga sig tilbaka. Við náum að endurgreiða þau lán sem við höfum fengið. Auðvitað þurfa okkar forsendur að ganga eftir til þess. En það ekki svo að við séum með þær allar stiltar í bjartsýnustu stillingu. Til að mynda þykja 4,2% vextir verðtryggt, það tiltölulega hái vextir ef að þetta gott módel. En við þurfum að sanna það og það okkar hlutverk. Síðan það varðandi umferðar þungan eða magnið. Já. Það mjög mikilvægt breyta í þessu og það auðvitað ástæðan fyrir því að þrátt fyrir það sem hefur gengið á, já, að þá sjáum við fram á það að geta borga þetta tilbaka. Á hvað lögum tíma? Á 28 árum ef allar forsendur ganga eftir. Já. Mögulega tæki það lengri tíma en eins og ég segi og þessar forsendur eru það að það miðað við umferðarþunga sem í takt við talningu bara vegagerðarinnar í dag en af því að við höfum verið svona lengi að þessu að þá vitum við að þegar við lögum að stað að þá var bjartsýnasta spá vegagerðarinnar. Það var ekki svo spá sem var notuð í þeirri áætlun en það svo spá sem hefur náttúrulega raungerst. Já. Vegna hagstæðra þróunar, ferðamenn og þess háttar. Já, og ferðaþjónustunnar. Já, og en síðan til framtíðar að þá erum við bara að horfa á 1,9% aukningu á umferð sem það sem að vegagerðin ráð fyrir. Svona miðspá hennar. Já, akkurat. En hvað hefur ríkissjóður lagt til mikið í þetta verk Vaðlaheiðargöngin? Það voru þarna 8,7 milljarðar árið 2012. Hefur orðið eitthvað meira til viðbótar því? Já, síðan var fyrir rúmu ára síðan að þá var samþykkt á Alþingi nýtt lán upp á 4,7 milljarða og þessar tölur eru auðvitað bundnar við ákveðna vísitölu og hækka þannig en ég ætla nú kannski ekki að fara alveg út í nákvæma tölur núna vegna þess að þetta ennþá í gangi en það svo að við teljum og gáum út fréttatilkynningu með verktakanum í haust þegar við gáum út sameiginlega fréttatilkynningu að það væri svigrúm, lánsloforðið væri nógu hátt til þess að getum klára verkið og það virðist bara alltaf koma í ljós. Til hverra getið þið leitað? Sko, það var á tímabili var leitað til lífeyrissjóðanna en þeir vildu ekki taka þátt í þessu verkefni. Til hverra getið þið síðan leitað til þess að fá lán til þess að dekka þennan kostnað? Já, við höfum allavega fjármögnun núna til skamstíma og okkar hlutverk sem erum þarna í stjórn og framkvæmdastjóri erum að vinna í þessu að sýna fram á að þetta virki. Að lausnin sem við erum með, sem nýjung á Íslandi, sem að það engin starfsmenn sem verða þarna við gangna munna að rukka, heldur einfallega verður þetta rafrænt. Við þurfum að sýna fram á þetta virki og menn þurfa að fá ákveðið sjálfstraust og trú á þessu og ég nokkuð viss það að hver sem þróunin verður að þegar menn sjá þarna ákveðið fjárstreymi í formi umferðar sem að nota göngin að þá verði það nú ágætis kostu til þess að lána á móti hvort að það dugi fyrir öllu verður þetta bara komið í ljós en við erum að vinna með við það og höfum fulla trú á því. Þetta hérna þessi gjaldskrá sem við komum aðeins inn á áðan en þetta verður þá bara eitthvað sérst þú getur farið inn á vefsíðu og pantað þér farið eða hvernig virkar þetta og app og svoleiðis? Þetta er mjög einfalt. Það verður engin svona skúrar? Engin skúrar og bara farið inn á veggjald.is að það hérna slóðin okkar. Við verðum líka með enska útgáfa á tunnel.is og þetta í raun þannig að það eru þrjár greiðsluleiðir ef svo má segja að í fyrsta lagi að þá getur þú ekið þarna í gegn og annarkvort 3 tímum áður eða 3 tímum á eftir innan þess tíma borga ferðina og þá vistast engar upplýsingar eða neitt þess áttar þig að þú vilt ekki skráði hjá okkur. Það alveg viðbúið að þeir sem nota þau mjög sjaldan noti þessa leið
og sama það verður hægt að nota app í símanum til þess að gera þetta. Nú, síðan það þeir sem að bara skrá sig og gefa upp kortaupplýsingar og skrá sig og skrá bílana sína og þegar að þeir fara í gegn, þá rukkast 1.500 krónur. Er það þá myndavél sem sér númerið? Já. Og þú getur bara skráð 3 bíla, einstaklingur eða fyrirtæki, og getur skráð 3 bíla á sama aðganginn og þú þarft ekki að eiga þá alla. Þannig að þetta er þægilegt fyrir fjölskylduna að menn geta keypt kannski 100 miða saman, sem skiptast á að nota þá. Og síðan það þriðja leiðin sem sem sagt þetta að kaupa bara fyrirframgreiddan fjölda miðum og við höfum fengið mjög mikil viðbrögð núna síðan við vorum með fréttamannafundin í gær og menn að spurja ef ég kaupi miða núna fyrnast þeir og svarið skýrt við því, svo ekki, þú átt ákveðin fjölda miða. Já, og hann endist bara svo lengi sem göngin eru til. Já. Og meðan menn að taka gjald allavega. Já, ég segi það. En þarf ekki að gera samt meiri ráðstafanir varðandi ferðamennina, sko, bílaleigubílarnir, hvernig er þeir að skrá þetta? Já. Og nóg af þeim? Það er nóg af þeim og við auðvitað grundvallar hugsun hjá okkur að þeir séu að borga sér nota. Það er grundvallar nálgunin. Þannig að ferðamaðurinn þarf hann að fara þá á vefsíðuna og skrá þá bílinn? Hann þarf að gera það. Auðvitað gagnvart bílalegum eru aðra leiðir tæka líka vegna þess að það er þannig að ef menn keyrir í gegn, sem verður auðvitað hægt, að keyra bara í gegn á þess að gera nokkuð, að þá munum við rukka skráðan eigandi eða umráðamann. Meira þá? Já, þá bætist við 1.000 króna svona umsýslugjald sem að bætist við 1.500 krónur. Þannig að ef maður ætlar að svindla sér í göngin, að þá kostar það með meiri pening? Þá borgar meira sem er bara sama og var í Hvalfjarðargöngunum nema þeir bættu meiru við. Auðvitað voru menn þá hins vegar að keyra fram hjá gjaldskýli sem er ekki hjá okkur. Nei, akkurat. En þetta er bara hófleg þá innheimtu kostnaður sem við þurfum að leggja út í, sem að við tökum þá einnig fyrir. En það kemur náttúrulega reynsla á það þegar þetta fer í gang og vonandi, væntanlega, fyrir jól. Já, við vonum það. Kannski frítt. Við fáum það tækifæri að gefa samfélaginu þarna engin veggjöld í jólagjöf. Já, akkurat. Gott að fá þig, Hilmar Gunnlaugsson, stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga HF, félag sem að stofna var Vaðlaheiðargöngin eins og gefur að skilja. Með nafninu, takk fyrir komin.